Oh
Amen. Það ekki undursamlegra heldur en að lofa hans nafn. Halleluja. Og við erum sköpuð til að lofa hann. Biblían segir að við erum sköpuð til þess að vinna þau verk sem hann hefur áður fyrirbúið fyrir okkur. Og það eitt sem við munum halda áfram að gera þegar við förum að þessari jörð og það að lofa hann. Vegna þess að við vitum að í himninum lofgjörð. Það lofgjörð. Amen. Amen. Já, það Tæknimennirnir okkar allir í sumarfríi einhvers staðar, þannig að við ætlum að hljópa eitt hérna inn og ég veit ekki, hann Bjarni ætlaði að kenna þér á ritningarnar þarna, að setja þær upp. Er hann búinn að því? Já. Já, ok, flott. Glæsilegt. Nú hér eru 2 blöð. Sálmur 85 vers 9. Við skulum byrja þar í dag. Sálmur 85 og vers 9. Að ég vil heyra það sem að Drottinn Guð til mín. Ég vil hlýða það sem Drottinn Guð vor talar. Það sem Drottinn Guð talar, hann talar frið til líðsins og til dýrkenda sinna og til þeirra sem snúa sér til hans af öllu hjarta. Já, ég hérna með einhverja punkta á blaði og mér fannst þetta eitthvað svo skrítið, það eins og þetta væri einhver gömulræða, en þetta sennilega það sem ég skrifaði í gær. Eða hvað, jú, þetta það. Við viljum hlýða á það sem að Guð talar til okkar og Guð, hann talar enn þann dag í dag. Sumir halda að það sé liðin tíð en Guð, hann enn að tala. Og það eru Já. Skrítið þegar maður skrifar svona punkta og svo bara þekki maður ekki nóturnar sínar. Þetta bara framandi. En við viljum heyra það sem Guð talar til okkar. Þannig að ég ætla bara að lesa það sem ég skrifaði. Það eru háværar raddir og þú ekki við að taka á móti alls konar upplýsingum og fæst uppbyggjandi. Prestur segir okkur að Guð sé fjöldamorðingi, fréttamenn segja að Guð sé vandamálið og frétt frá Alþýðublaðinu talar að hitabylgja sé í Evrópu sem varð 140 manns að bana. Af hverju merkilegt? Já, þetta alveg stórfurðulegt. Ég man ekki eftir að hafa skrifað þetta. Þetta ekki inngangurinn minn. Þetta eitthvað gamalt blað sem ég hef tekið með mér. Þá liggja nú danir í því ef maður kemur með gamlar að ræðu á samkomu. Ha? Já. Þetta bara klassík. Ekki dauga hefur séð og ekki dauga hefur heyrt. Já. Ha? En ég held svona að ég viti hvað ég ætla að tala um. En ég kannast ekki við þetta blað. Samt gott. Ha? Ég held að Dísa hafi skrifað þetta gott. Dísa hlýtur að hafa skrifað þetta, já. Heyrðu, við verðum að gera eitthvað.
Já. Áttu vaða. Já. Ég var að, sko, ég kannast ekki við þennan inngang, þetta mjög skrítið. Mjög skrítið eitthvað, má sjá. Ég með fleiri blöð hérna? Og ekki Keflavík? Sunnudagur? Það sunnudagur, ég í Keflavík. Og við erum í beinni útsendingu, það ekki? Þannig að það ekki verra. Já, það eru háværar raddir og þú ekki við að taka á móti alls konar upplýsingum og fæst uppbyggjandi. Prestur segir okkur að Guð sé fjöldamorðingi, fréttamenn segja að Guð sé vandamálið og frétt frá Alþýðublaðinu 1957 talar hitabylgju í Evrópu sem var 140 manns að bana í Ítalíu, Frakklandi, Austurríki, Póllandi og Sviss. Og vitið það, að ég bara kannast ekki við þetta. Þetta mjög skrítið. Ég kannast ekki við að þetta séu nóturnar mínar. En býtum nú við. Dandarann. Já. Það skrítið að vera svona með eitthvað bara alveg bara framandi fyrir augunum á sér. En ég held samt að ég viti hvað ég ætla að tala um. Og samt þetta ekki hér. Við. Takk Jesús, þú leiðir okkur rétta vegu fyrir sakir nafns þíns. Amen. Hann vísar okkur alltaf réttu leiðina. Og það saga í Markús 4:35, þar sem Jesús hafði vísað veginn, en það kom truflun, það kom stormur. Og það eru margs konar stormar í dag, hef ég skrifað hérna. Og það áhyggjan fyrir lífinu og spurningin hefur þú, já, skrítið. Skrítið. Ég vil bara tala frá hjartanu. Ég kannast ekki við þessar nótur. Það mjög skrítið að hafa skrifað nótur og kannast ekki við þær og hafa skrifað þær í gær. Það bara ekki alveg að gera sig. En Sálmur 85:9 segir að við viljum heyra það sem Guð talar til okkar. Og í fyrra Pétursbrefi 5:7 þá okkur sagt að varpa allri áhyggju okkar á hann af því að hann ber umhyggju fyrir okkur. Við fyrra Pétursbrefi 5:7 hann ber umhyggju fyrir okkur. Varpið allri áhyggjar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Verið algáðir, óvinur eða djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur getur gleypt. Amen. Og af hverju ekki að hlusta á hann frekar en áhyggjur eða truflun. Hann vísar okkur alltaf réttu leiðina. Og það hérna í Markús 4:35 að þar sem Jesús
hafði vísa veginn að það kom truflun, það kom stormur. Og það eru margs konar stormar í dag sem við erum að fást við og það áhyggjan fyrir lífinu, það er sem sagt, já, ég ekki alveg að fatta þetta sko, þetta er svo skrítið, að ég þekki ekki nóturnar mínar á þessum degi. Það er mjög skrítið. Hvað segirðu? Þetta er ellin, já, þetta er ellin. En ég segi bara, Faðir, ég bara þakka þér fyrir það að við mögum bara koma til þín á þessum morgni og við mögum Drottinn bara, beina sjónum okkar til þín í nafni Jesú. Og ég bara lofa þig fyrir að þú ert hér og þú vísar okkur alltaf réttu leiðina. Halleluja, halleluja. Amen, Jesús. Amen, Jesús. Takk minn Jesús. Halleluja. Takk Jesús, takk Jesús. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, Jesús. Já, ég þarf aðeins að ná hugsunum mínum saman af því að það er svo skrítið, þetta er í fyrsta skipti sem ég stend hérna og ég þekki ekki nóturnar mínar. Og ég var búin að fara yfir þetta allt 3-4 sinnum og það er bara mjög einkennilegt að það er eitthvað annað á nótunum heldur en að ég taldi mig hafa skrifað. En að við viljum heyra það sem Guð hann talar til okkar. Við viljum heyra það sem Guð talar til okkar á þessum dögum. Og það er alls konar truflanir í gangi og sem sagt, Pétur segir okkur að við að varpa áhyggjum okkar á hann af því að hann vísar okkur alltaf réttu leiðina. Og það er saga í Markús þar sem Jesús hafði vísa veginn en það kom truflun, það kom stormur og Jesús hafði sagt þeim að fara yfirum en þegar þeir eru á leiðinni yfirum þá kemur skyndilega stormur og þeir eiginlega vita ekki hvað þeir eiga að gera. Jesús var í bátnum og hann bara svaf á kodda en þannig að þeir vekja Jesú. En það sem gerðist var að það kom stormur og í dag þá eru margs konar stormar sem koma inn í líf okkar. Það er áhyggjan fyrir lífinu og það eru líka í Lúkas þá er talað sem sagt nautnir þessa lífs eða hvernig segir það? Lúkas 8 og 14. Nú við það eru áhyggjan fyrir lífinu. Já, þetta er mjög einkennilegt. Það er, sko, ef við förum í hérna, ef við förum bara í Markús 4:19, Markús 4:19, þá er áhyggjur heimsins tálauðæfan og aðrar gildir koma til og kefja orðið svo það ber engan ávöxt. Það ber engan ávöxt. Í Lúkas 8:14, það er greinilega ekki þar, að þá er líka talað áhyggjur lífsins og, er það þar? 8:14. Það féll með að fyrna merkir það að heyra en kafna sér undan áhyggjum auðvitað. Já, ok. 8. Ok, ég var á vitlausri síðun. Það er féll með að þyrna merki þá er heyra kafna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nautnum lífsins og bera ekki þroskaðan ávöxt. Amen. Þannig að það er áhyggjan fyrir lífinu
og þetta þar sem að þetta þessi truflun sem kemur. Það áhyggja, það truflun. Það segir í Pétursbréfinu: varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það eru hérna á nokkrum ritninga, sem sagt, það eru nokkra ritningar sem hafa þetta orð, á enskunni það cares, íslenskunni það áhyggjur, það Markus 4, það Lúkas 8 og það líka í Lúkas 21 og í öðru Korinthubréfi og fyrra Pétursbréfi, að þá okkur sagt að varpa þessum áhyggjum á hann, en það þessi áhyggja fyrir lífinu sem að hindrar fólk og stendur í vegi, og okkur sagt að varpa áhyggjunni til hans. Og af hverju ekki hlusta á hann frekar en áhyggjur? Hann vísar alltaf réttu leiðina. Af hverju ekki að hlusta frekar á Guð heldur en áhyggjurnar? Af því að hann vísar alltaf réttu leiðina. Amen. Ég hef aldrei upplifað þetta áður að vera með nótur og ná ekki tengingu við nóturnar mínar. Það þýðir ég orðinn 73 ára og það í fyrsta skipti. Þetta var allt á hreinu í gærkvöldi og í morgun, en nú eins og að sé einhver truflun. Og það allt í lagi. Við lesum bara Guðs orð og förum í gegnum þetta, og ég trúi því að Guð, hann tali til okkar vegna þess að það inngangurinn. Ég vil heyra það sem Drottinn Guð talar til mín. Ég vil hlýða á það sem Guð talar. Ég vil heyra það sem Guð að segja við mig í dag. Og það svo mikið af alls konar upplýsingum og alls konar rugli, og það prestur sem segir okkur að Guð sé fjöldamorðingi, fréttamenn segja okkur að Guð sé vandamálið, og við lesum í fréttum að heyrum alltaf núna í fréttum að það sé hitabylgjur og það sé þetta og það sé hitt, og vitið hvað, ég datt niður á grein í Morgunblaðinu, og nú ég að þekkja nóturnar mínar, að ég datt niður á grein í Morgunblaðinu 1957, og þá var hitabylgja líka í gangi. Þá var allt þetta gerast sem menn að segja að sé að gerast núna fyrst, en 1957 að þá voru 140 mann sem dóu á Ítalíu, Frakklandi, og í Austurríki var 45 stiga hiti, og í Póllandi og Sviss að þá voru vandamál. Og af hverju það svona merkilegt, þessi gamla frétt? Jú, að hún segir okkur að þetta ekki nýtt. Þetta ekkert nýtt. Þetta hefur gerst áður. Það verið að segja okkur í dag að þetta sé allt saman nýtt, og þetta sé að gerast núna. En ef við bara lesum fréttir aftur í tíman, og þetta var frétt Morgunblaðinu 1957, þá sjáum við að þetta ferli hefur verið í gangi árum saman. Meira að segja Vatnajökull var varla til árið 1100, eða lítið af honum miðað við þá mynd sem núna. Þannig það alltaf verið að segja okkur að þetta sé allt saman nýtt, en þetta ekki nýtt. Og þess vegna það að við getum, Biblían segir okkur að við getum varpað áhyggjum okkar á hann. Og við, sem sagt, þetta orð fyrir áhyggjur, að enska orðið distraction. Og skrítið að það hitti mig þegar ég byrjaði að tala. Það ekki merkilegt? Ég ætlaði að tala truflun, distraction, og ég var truflaður þegar ég byrjaði að tala.
ég er ekki ægilega truflaður, en það var eitthvað sem truflaði mig þegar ég byrjaði að tala í dag. Það var einhver truflun sem kom, en orðið hérna að varpa áhyggjum, við getum varpað okkar truflunum, því sem truflar okkur, við getum varpað því upp til hans, vegna þess að hann vísar okkur alltaf réttu leiðina. Og þegar við erum afvegaleið, að þá getum við komið til hans. Og það var í Markús 4:35 sem ég ætlaði að tala að þá hafði Jesús sagt við þá að þeir ættu að fara yfirum. Og þeir byrja að fara yfirum, en það kemur stormur. Það kemur stormur sem truflar þá. Og þeir í raun og veru, þeir voru vanir sjómenn, og skrítið að menn sem eru vanir á sjó að stormurinn skyldi trufla þá svona mikið, en það virðist vera að þetta var einhvern veginn öðruvísi stormur. Þannig að þeir vekja Jesú sem lá á kodda í bátnum, og hann hastar á þennan storm. Þannig að það má segja að þeir vörpuðu storminum á Jesú, þeir vörpuðu áhyggjum sínum á Jesú. En það sem mér langaði að segja, það kom truflun, það var eitthvað sem truflaði þá, og það eru margs konar stormar í dag. Sko, Jesús hafði sagt þeim að fara yfirum, og það eru margs konar stormar í dag sem stöðva okkur á okkar leið. Guð, hann hefur gefið okkur ákveðna sýn, hann hefur gefið okkur ákveðna stefnu, svo kemur stormurinn. Og þá fer allt í steik hjá mörgum, og þeir stoppa og vita ekki hvert þeir eiga að fara. En sjáðu til orðið sem Guð hefur gefið okkur, að við getum haft samband við hann í storminum, við getum varpað storminum upp til hans, og hann mun leið okkur. Hann vaknaði og hann hastaði á stormin. Bara ef við tengjum við Jesú í storminum, þá hastar hann á stormin fyrir okkur. Og það voru hérna ritningar, það eru margs konar stormar, og spurningin hefur þú orðið fyrir truflun? Já, ég var fyrir truflun áðan. Það var eitthvað sem vildi trufla mig. Hefur þú orðið fyrir truflun á þinni göngu með Guði? Ég veit ekki, ég hef orðið fyrir því oft á leiðinni að það er svo eitthvað sem truflar mig, það er eitthvað sem vill hindra það að ég gangi áfram með Guði, það koma efasemdir. En sjáðu til að Jesús, ef við vörpum áhyggjum okkar á hann ber umhyggju fyrir okkur, að þá hastar hann á stormin fyrir okkur. Og ég hef skrifað hérna að það í 1. Tímóteusarbréfi 6:10, þá er ákveðin truflun sem hefur leitt marga af réttri leið. Og við skulum lesa þetta vers. Það er 1. Tímóteusarbréf 6:10. Við skulum lesa frá 8. versi. Ef við höfum fæði og klæði, þá látum oss það nægja. Þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni, snöru og allskyns óvirtulegar, skaðlegar fýsnir, sökkva mönnum niður í tortímingu og glötun. Fégindin rót alls þess sem illt við þá fík hafa nokkrir vilst frá trúnni, valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. Þannig að fégindin eitthvað sem veldur truflun í líf okkar. Og ég man alltaf eftir pappa mínum sem hann sagði þegar við fórum hérna á bílasölu einu sinni og ætluðum að skoða nýjan bíl, og hann átti gamla bíl og við vorum búin að pröfukeyra nýja bílinn. Þá segir hann: Kristinn, heyrðu, það kemur til mín orð. Og hvað var orðið það, pappi? Látið þið nægja það sem þér hafið. Þannig að hann leyfði ekki þessu að trufla sig. Hann hélt áfram. Og það sem truflar okkur, Lúkas 8:14, það eru nautnir lífsins, það er þetta sem ég get haft í dag, áhyggjan fyrir lífinu, og líka það sem ég get fengið út úr lífinu, það truflar okkur oft á þeirri leið sem við erum. Og það eru hérna nokkrar ritningar. Það Mattheus
ég skrifaði niður, Matteus 13:22, Markús 4:19, Lúkas 8:14, Lúkas 21:34, annað Korinthubréf 11:28, fyrsta Pétursbréf 5:7. Öll þessi vers hafa þetta orð sem þýtt á enskunni cares, á íslenskan áhyggjur, og enskan tala líka truflun. Þetta var eitthvað sem þetta olli truflun. Og ef við sjáum að Markús 4:19, þá það áhyggjan fyrir lífinu sem í raun og veru kæfði orðið. Orðið kafnaði, orðið bara ekki ávöxt, af því að það kom truflun inn. Og það var þetta orð sem ég vakti athygli mína, að það á þessum stöðum, Matteus, Markús, Lúkas, það tvisvar í Lúkas og það í öðru Korinthubréfi að 11:28, og einhver hefði sagt kannski, það ekki góðar áhyggjur, það áhyggjan fyrir söfnuðinum. Nei, það var ekki endilega góðar áhyggjur vegna þess að þetta truflaði Pál. Páll var að boða orðið og Páll var á fullu með þá sýn sem Guð hafði gefið honum, og þá kemur áhyggjan fyrir söfnuðinum. Það truflaði hann. Og sem sagt, en hann, í raun og veru, hann gat varpaði til drottins. Hann náði að varpaði til drottins. Hann segir seinna í þessum sama kafla að Guð sagði við hann, náð mín nægir þér. Náð mín nægir þér. Hann náði að varpa áhyggjum sínum á drottin. Og það einmitt það sem mér langaði að tala í dag, að við náum að höndla það að allar þessar truflanir, að við látum það ekki stoppa okkur, heldur að við höldum áfram. Sem sagt, Markús 4 segir dæmisögunum sálmanninn, fyrst var það djöfullinn sem kom og sem sagt át sáðkornið, svo voru það þyrnarnir sem uxu upp, og síðast var það áhyggjan fyrir lífinu. Það var allt þetta erfiðar sem gekk á í lífinu, það var það síðasta. Og það það sem margir truflast af. Margir fara, sem sagt, það auðæfin og tál auðæfana sem byrja að trufla okkur. Það þessi löngun eftir því að láta sér líða vel og hugsa ekki neitt annað, bara njóta. Hvað sjáu þið svo oft? Njóttu, fara á Facebook og segja njóttu. Halda áfram að njóta, þangað til það vellur upp úr þér, eða hvað það Jesús sagði, taktu upp krossinn og fylgdu mér. Það ekki endilega að njóta að taka upp krossinn, en að taka upp krossinn, það gefur okkur djúpan innri frið. Þetta að njóta, að það skilur okkur oft eftir tóm að innan. Og við spyrjum Guð, hvað var þetta? Af hverju líður mér illa? Og ég var að njóta. Af hverju ekki uppfylltur? Ég var að njóta. Og það einmitt þetta sem þetta truflun. Truflun sem veldur því að við villumst af þeirri leið sem Guð hefur gefið okkur. Hann sagði við þá, við skulum fara yfir og við erum á leið yfir við erum á leið til fyrirheitna landsins, og við erum ekki að láta neitt trufla okkur á þeirri leið. Sama hvaða stormur kemur, að þá eigum við ekki að láta þessa storma trufla okkur. Við eigum að halda ótrauð áfram. Sama hvernig stormarnir líta út, þó að sé haglél í þeim, sama hvað á gengur, þá höldum við ótrauð áfram. Og þessar ritningar, það bara töluðu til mín. Ég fletti þeim upp í Blue Letter biblíunum minni, þá fekk ég alla þessar ritningarstaði fyrir þetta orð truflun, að láta ekki trufla okkur. Hefur þú verið truflaður á leiðinni með Guði? Eitthvað sem hefur stoppað göngu þína með Guði? Sjáðu, þá tími til að varpa áhyggjunum á hann, vegna þess að hann ber umhyggju fyrir þér. Hann ber umhyggju fyrir þér. Hvort sem það fégindin, hvað sem það erfiðleikar, var það skilnaður, hvað var það sem truflaði göngu þína með Guði. Það opið tilboð að varpa áhyggjunum á hann. Og
Jesús hann varar okkur við að þetta með áhyggjur lífsins að þær kæfa orðið. Að áhyggjurnar, sem sagt, þær eru truflun og þær kæfa alltaf orðið. Í Mattheus þá segir Jesús okkur að leita fyrst hans ríkis og réttlætis. Og það einmitt það sem að ég trú að sé svo mikilvægt fyrir okkur núna að leita fyrst hans ríkis og réttlætis. Og það skiptir ekki máli hvort við erum mörg eða fá á samkomum. Það sem skiptir máli að við eigum orð Guðs hið innra með okkur og við í raun og veru látum ekki trufla áhyggjurnar af lífinu, að við látum það ekki trufla okkur. En við sjáum að, já, eins og ég sagði að áhyggjan af kirkjunni, það var jafnvel truflun fyrir Pál. Það er mikið talað á netinu reset. The Great Reset. Það eru samsæriskenningar mennirnir, þeir tala já, okkur sagt það, en spurningin hvað samsæri og hvað ekki samsæri í dag. En það talað mikið reset og það sem að mér finnst svo stórkostlegt við reset eða endursetningu að hafi ég vilst af leið, hafi eitthvað truflað mig, að þá kemur þessi yndislegi drottinn og hann setur mig aftur á rétta leið og hann beinir fótur mínum aftur á friðarveg. Og það einmitt það sem hann vil gera fyrir okkur þegar að við verðum fyrir truflun. Davíð hafði einhvern tímann orðið fyrir truflum. Það segir í Salmi 42:6, þá segir hann: enn mun ég fá að lofa Guð, enn mun ég fá að lofa Guð. Hann sem sagt, erfiðleikarnir og truflunin hafði bara verið svona yfirþyrmandi, en svo segir hann: enn vil ég fá að lofa Guð, enn mun ég fá að lofa Guð. Og við sjáum hvernig erfiðleikarnir komu gegn Páli postula og Sílasi, en það truflaði þá ekki, vegna þess að þeir sögðu: nú tími til að lofa Guð. Þeir létu ekki erfiðleikana trufla sig. Þeir byrjuðu að lofa Guð í fangelsinu. Það einn maður annar sem upplifði svona áhyggjuna fyrir lífinu, og hann heiti Jeremía. Mér langar að lesa úr Jeremía, vegna þess að það talaði til mín þegar ég var að skoða Jeremía í gær, að hann segir, Jeremía, hann finnur sér á svona stað að það ekkert sem virkar. Hann búinn að vera að hlýða Guði og hann búinn að vera að ganga með Guði, hann búinn að vera að ganga út á hans orð og tala Guðs orð, og honum líður þannig að þetta virkar ekkert. Guð ekki lengur Guð og hann bara einn og yfirgefinn þarna. Og hann segir bara við Guð: þú mér sem, í 18. versinu, þú mér sem svikull lækur og vatn sem ekki unnt að reiða sig á. Þú mér sem svikull lækur og vatn sem ekki unnt að reiða sig á. Þú að tala svona við Guð? Já, Jeremía gerði þetta, og Guð hann svaraði honum. Guð var ekki reiður. Hann sagði við hann: ef þú lætur að þessu víli þínu, mun ég aftur láta þig ganga fram fyrir mig. Ef þú framleiðir aðeins dýrmæta hluti en enga lélega, þá skaltu aftur vera mér munnur. Þeir skulu snúa við til þín, en þú skalt ekki snúa við til þeirra. Og ég var að skoða þetta vers í Amplified biblíunni, og ég túlkaði það yfir á íslensku fyrir mig. Það segir: ef þú snýrð við og lætur að þessari uppgerðar örvæntingu og sjálfsvorkun, þá mun ég endurreisa þig, svo að þú komir á stað innri friðar. Og ég var að hugleiða þetta orð. Hversu oft förum við ekki í svona sjálfsvorkuna, því að við upplifum örvæntingu, og segir bara Guð, það eins og Guð finn ekki til með honum. Hann segir bara: ef þú lætur að þessu víli þínu, þessari sjálfsvorkun og tilbúinu örvæntingu, þá myndu eignast frið. Og að þú standi frammi fyrir mér, þá myndu aftur standa frammi fyrir mér sem minn talsmaður í hlýðni við mitt orð. Og ef þú greinir á milli þess sem er dýrmætt og þess sem er einskisvirði, rannsakar þín innri mann, hreinsar hjarta þitt af efasemdum varðandi mína trúfesti. Ef þú hreinsar hjarta þitt af efasemdum varðandi mína trúfesti.
segir Amplified Biblían, þá skaltu aftur verða minn talsmaður og lát fólk snúa sér til þín að læra mín gildi, en þú átt ekki að snúa til þeirra, ilsku þeirra og skurðgoðadýrkunar. Lát fólk snúa sér til þín að læra mín gildi, þú átt ekki að snúa til þeirra. Mér finnst þetta bara gott orð hjá Guði fyrir Jeremía og ég held að bara gildi líka fyrir okkur að við eigum að láta fólk heyra Guðs orð, við eigum ekki að elta heiminn við eigum ekki að elta boðskap heimsins og í framhald af því að þá truflun að svo skrítið að ég fæ blað sem heitir Persecution og þetta kemur mánaðarlega. Það heitir ofsóknir og það svo skrítið að þeir sem eru undir ofsóknum í dag að það eins og þeir verði minna fyrir truflun heldur en við sem lifum í velmegun og vellistingum og þurfum ekkert að óttast líf okkar. Og ég var að lesa hérna sögu hana Rut í nýjasta blaðinu. Rut, hún hafði tekið þátt í að prenta og dreifa kristilegu efni og biblíum í Kína. Hún var handtekin og dæmd í nokkra ára fangelsi. Og við fengum fregnir af Rut frá samföngum hennar. Þeir segðu að Rut hefði ljómað stöðulega með gleði í kringumstæðum sem hefði brotið flest fólk niður. Og þessi gleði opnaði hjörtu samfanga hennar og hún predikaði stöðulega fagnaðarerindið og leiddi fólk til trúar. Og skrítið á fyrstu 2 árunum í fangelsi samt hún yfir 30 söngva og kenndi öðrum. Samfangi sem losnaði sagðist aðeins hafa séð Rut 3 óhamingjusama á 3 árum. En það ekki allt. Þegar Rut var dæmd, þá var hún nýbúin að eignast barn. Og hún sagði við drottinn, ef mitt verkefni fangelsi, hún er með lítið ungabarn, og hún segir við Guð, ef mitt verkefni fangelsi, þá mun ég fara og þjóna þar. Ég veit ekki með þig, þetta snertir mig. Þannig að eiginmaðurinn var að sjá barnið, hann var hvorki reiður né í uppnámi, hann sagði, í samanburði við hvað aðrir kristnir hafa mátt þola í gegnum tíðina, þá þetta bara ekkert. Við lítum á þetta sem vel sloppið eða vel þolanlegt, sagði maðurinn. Og þetta enn eitt dæmið hvernig hinn ofsótta kirkja gjöf til hinnar frjálsu kirkju. Hún eins og spegill fyrir augum okkar, og við horfum og við segjum, ef þetta að vera kristinn, hvað þá ég? Og ég held að sé bara gott fyrir okkur að skoða okkur sjálf. Þetta ástæðan fyrir því, segir Jeff King, sem ritstjóri blaðsins Persecution, þetta ástæðan fyrir því að við þjónum þessum stórkostlega hópi trúaðra allan heiminn. Og það einmitt það að þetta fólk, það lætur ekki ofsóknir trufla sig, það lætur ekki áhyggjan fyrir lífinu, kemst ekki einu sinni að því. Þetta fólk, það gefur Jesú fyrsta sæti. Hugsaðu, kona sem nýbúin að eiga barnið sitt, ef þetta mín þjónusta drottin, þá fer ég bara í fangelsi og hún semur lofsönga, 30 lofsönga og hún leiðir fjöldan allan til trúar í fangelsinu. Og spurningin hvað það sem að trufla okkur á leiðinni yfirum? Erum við orðin svo upptekin af leiðinni sjálfri, öllum vellistingunum á leiðinni, öllum stoppustöðunum á leiðinni, að við erum hætt að muna hvert við erum að fara? Biblían segir í Mattheusar guðspjalli 7. kafla, og þetta heyrði maður predikað oft þegar maður var strákur, maður heyrði það ekki svo mikið í dag, og þar Jesús að tala
Hann segir gangið inn 7:13, gangið inn þrönga hliðið, því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, margir þeir sem fara inn, hve þröngt það hlið og mjór sá vegur liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur liggur til lífsins. Og áætlun Guðs nákvæmlega hin sama í dag og hún hefur alltaf verið. Hún að leiða okkur inn á þennan veg inn í eilífa lífið. Og hans áætlun enn hans ríki á jörð. Hann mun stofna sitt friðarríki hér á jörð og við væntum endurkomu hans. Hans jörðin og allir þeir sem á henni búa. Og þess vegna eigum við ekki að láta trufla okkur með gylliboðum hins fallna ríkis Babýlonar. Við eigum ekki að láta trufla okkur. Við eigum ekki að láta áhyggjuna fyrir lífinu að ræna okkur þeirri gleði sem Kristur hefur fyrirbúið okkur og við eigum í Jesú Kristi. Við eigum að halda áfram að ganga þá leið sem við höfum komist á, segir Páll. Og við eigum ekki að láta stormana stoppa okkur. Jesús Kristur hastaði á storminn þegar þeir vöktan, hann var sofandi í bátnum og hann hafði ekki áhyggjur af þessu og við getum alltaf vakið Jesú og beðið hann að lægja storminn fyrir okkur sama hvað á gengur. En vitið það að þessi áhyggja, og við ættum kannski að lesa hérna í Markús 4 að lokum og leyfum Jesú að segja þetta eins og hann segir það. Það merkir þá sem heyra orðið en áhyggjur heimsins tál auðafana, auðafinn blekkja, tál auðafana og aðra gyndir koma til og kefja orðið svo það ber engan ávöxt. Sjáðu til, við eigum orð hans í okkur og hann vill að orðið beri ávöxt. Því sem sá var í góða jörð merkir þá sem heyra orðið taka við því bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og ég hef skrifað hérna úr Amplified biblíunni að auðæfi eða þessi auðæfi þessa heims og þessi veraldarhyggja að hún gefur okkur falskt öryggi. Auðurinn gefur okkur falskt öryggi og það alls konar þrá, áhyggjan fyrir lífinu, tálauðana, þetta gefur okkur allt falskt öryggi. Svo finnum við okkur allt í einu á þeim stað að við erum kannski ekki hvar, við vitum kannski ekki hvar við erum. Við erum einhvers staðar inn í storminum og við vitum ekki hvað við eigum að gera og við finnum að við erum komin af leið og við erum ekki að bera þann ávöxt sem við einu sinni bárum. Þess vegna svo mikilvægt að koma til hans, varpa áhyggjunni á hann og hlusta á það sem Drottinn Guð vor talar. Og ekki í rauninni, ekki láta heiminn gleypa sig. Það svo mikið bara Facebook, bara Facebook, svo Twitter og svo Gritter og allir hinir miðlarnir, að fólk þú verður alveg ruglaður ef þú ætlar að fylgjast með. Það svo mikið sem dynur á þér og það svo mikið truflun í gangi og það svo góðir möguleika til að afvegaleiða okkur að við hættum að hlusta á rödd Guðs. Ég vil heyra það sem Guð að segja í dag. Ég vil heyra það sem Drottinn Guð minn talar til mín í dag og ég vil ekki láta trufla mig. Og ég
systkini, þegar ég lít á systkin okkar í Kína og þessar systir þarna, að þá svona, já, maður jafnvel fyrirverður sig fyrir það að eiga svona systkini sem að þau eru tilbúin að gefa allt fyrir Drottinn. Og já, ég vil heyra það sem Drottinn Guð minn vil við mig tala, og ég vil halda áfram að ganga með honum þennan þrönga veg sem leiðin til lífsins. Hann þröngur. Það sko, það hefur ekkert breyst. Menn hafa reynt að svona víkka hann út og segja að þetta sé allt saman svo yndislegt, en ef við ætlum virkilega að fylgja Kristi, þá vegurinn þröngur, það hefur ekki breyst, það leiðin til lífsins, það kross sem við berum. Þú mátt njóta þess að bera hann, en ég held að sé ekki endilega það sem verið að tala þegar við lesum njóttu, en sjáðu til, það kemur djúp lífsfylling og friður þegar við tökum upp krossin. Það kemur eitthvað dýpra heldur en þegar við erum að leyfa holdinu að njóta sín. Það miklu dýpri friður sem kemur inn í hjartað þitt þegar þú tekur upp krossin, fylgir Jesú Kristi, heldur en þegar þú ferð í sólarlandafríið eða hvað sem þú gerir, þó að sé ekkert rangt endilega við það. Þú getur tekið upp krossin þar líka, og málið bara það að við beinum sjónum okkar til hans og við heyrum hvað hann við okkur að tala á þessum degi. Látum ekki áhyggjuna fyrir lífinu trufla okkur. En vitið það, þetta eitthvað mesta böl fyrir kirkju Krists í dag. Það áhyggjan fyrir lífinu. Það allir svo uppteknir. Og þetta truflar verk Guðs. Og það var eiginlega punkturinn í þessari predikun. Ekki leyfa áhyggjunni fyrir lífinu að trufla verk Guðs. Vegna þess að við stefnum á annan stað. Það eilífa lífið sem bíður okkar. Það eilíf gleði. Það eilífa lífið, Guðs ríkið sem mun koma og mun verða. Amen. Amen. Faðir, við bara þökkum þér fyrir þitt orð, og ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag. Ég þakka þér fyrir að þú ert leið okkur, Drottinum, rétta vegu fyrir sakir nafns þíns. Og þakka þér, Drottin minn og Guð minn, að við mögum halda ótrauð áfram að lofa þig, elska þig og segja öðrum frá þér, ó Guð. Og þakka þér fyrir að við getum varpað allri áhyggju okkar upp til þín. Og Drottin, ef við erum hætt að heyra frá þér, þá getum við varpað áhyggjum til þín, að við megum heyra aftur hvað þú vilt við okkur tala. Blessa sé þitt nafn. Faðir, við gefum þínu nafni dýrðina, við lofum þig, við þökkum fyrir að þú ert Guð vors lands, þú ert lands vors Guð, og við höldum áfram að lofa þitt heilaga nafn, og þakka þér fyrir að við máum láta orðið þitt hljóma, Drottin, lond og storð, og þakka þér fyrir að það má ganga út frá þessum stað, öðrum til lífs og öðrum til uppbyggingar í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk minn Drottin. Amen. Þetta var nýstaflegt. Gott að vita það að Guð gat kippt honum inn á sporið. En þetta þarf að vera. Við þurfum að vera á sporið. Þessi sporið sem Guð hefur gefið okkur. Við skulum enda þessum samfélagstund með einum lofsöng, og svo förum við upp á loft og fáum okkur eitthvað annað að borða, og það kaffi og svoleiðis og samkera. En Drottinn, hann blessi ykkur og varmi ykkur, og ég tek heils hugar undir þetta, beinum sjónum okkar til Jesú, höfunda og fullkomnara trúarinnar. Horfum þangað, ekki hvað að gera í kringum okkur, heldur á Jesú. Bara eitt atriði. Hafið þið heyrt ferð Bidens til Ísraels? Já. Vitið hvert hann fór? Einn. Hann vildi ekki hafa ísraelska fulltrúa með. Hann fór í austur Jerúsalem.
Hann stefnir að því að fljúga borgina. Hvað segir Sakaría? Tölum við þetta næst. Þetta er áframhald. En við skulum standa upp og syngjum einn lofsöngan og endum svo. Ég vil lofa Kærleikur Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum. Farið í friði og þakka ykkur innan fyrir samveruna, kaffi uppi, komið þangað, höldum upp á við. Drottinn blessi ykkur.